þetta er súrt tap hjá ykkur. Já, já, og bara Grindavík voru flottir í dag. Við réðum náttúrulega illa við Rodney og byrjunin á leiknum varð okkur svona bara, gerði okkur þetta rosalega erfitt fyrir. Að vera alltaf að treila og á móti góðu liði sem voru búin að tapa sárt tvisvar í röð og voru þess vegna bara algjörlega á tánum og súper einbittir. Í hálfleik eins og segir Alexander hjá þeim komnir með ykkur 20 pluss. Hvað segir við strákan í hálfleik? Var ekkert gert neitt til þess að sporna gegn þessu? Jú, og við gerðum strax betur í öðrum leikluta, sko. Ég man ekki hvað þetta fór upp í hann í fyrsta leikluta. 21-2 stig minni mig. En það fyrir náttúrulega orka í þetta og þeir fá nógan tíma til þess að svona settla og jafna sig á okkar áhlaupi. Þetta gerist oft í körfubolta. En það vantar bara svona hestluminin í okkur og að mörgu leyti voru bara að spila ekki nógu vel. Við erum búin að vera að spila betur en þetta en við ætlum ekki að dvelja við þetta, nú stutt á milli leikja. Við höfum strax leik á sunnudaginn og mér finnst gott að heyra strax í strákunum að það er ekki tími fyrir eitthvað volaði, bara næsta skref. Sóknarálagið á Stefán Bóná, er það að verða á mikið? Hin liðin eru að átta sig á þessu, hann er náttúrulega að skora einhver 35 pluss á leik, þurfum við ekki meira frá öðrum leikmannum? Jú, og við fengum núna, eins og í byrjun seinni hálfleiks fengum við alveg rosalega fallega sóknir trekk í trekk og galopin skot, en við bara settum þau ekki onni í dag. Ef við hefðum sett þessi skot niður þá hefðum við jafnað leikinn og við vitum ekki hvað þið gerst þá. En stundum er þetta bara þannig að skotið detti ekki niður og þetta var kannski einn af þeim dögum og það er kannski svona í samræmi við einbindingun á mönnum þegar við komum inn í leikinn. Hún var ekki alveg 100% og þá hittur ekki.